Já, nú ætlum við að ræða hittamál þessara daga sem eru flóttamenn, hælisleitendur og hugmyndir dómsmálaráðherra að það þurfi að breyta lögum til þess að ná tökum á ástandinu eins og sagt er. Og hingað komið fyrir að ræða það Helga Vala Helgadóttir sem þingmaður Samfylkingarinnar og þingflokksformaður og Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Mér bæði velkomin. Takk fyrir. Takk. Vilhjálmur, ert þú sammála Jóni að það sé nauðsynlegt að breyta lögum til þess að ná tökum á ástandinu? Ég sammála því að það þarf að breyta lögum en það þarf ýmislegt annað að gera og það þarf líka að hafa það í huga að í þessum að þetta eru fjölbreytt mál og það ekki að alhafa eitthvað eitt þau öll og tegundir hælisleitenda eru margar og flóttamenn, hælisleitendur einn tegund af flóttamönnum og það líka til margar tegund af flóttamönnum þannig að lögin eitt, framkvæmdin annað Já. Og svo ekki síst hvernig við tökum á móti fólkinu og hlúum að því. Já, við skulum ræða þetta í þessari röð. Þú vilt ekki breyta lögunum, Helga Vala? Jú, við getum bætt þau. Töluvert. En ekki í það átt sem að Jón vill breyta það? Nei, ég held að við græðum ekkert á því að svifta þau þjónustu og henda þeim út á götu til dæmis. Ég held að það muni bara valda meiri vanda allt kerfið ef við förum þá leið. Dómsmálaráðherra hefur talað núna að setja á laggirnar lokaðar flóttamannabúðir. Ég held að það verði stórkostlega kostnaðarsamt. Það að gera það á þess að breyta lögum? Nei, þú þarft að setja þinn í lög að þú megir þá fangelsa fólk án dóms og laga og hann þarf þá að gera það. Þannig að hann þarf þá einhvern veginn að finna leið í lögunum til þess. Við auðvitað komum með ýmsar breytingar á þessu frumvarpi síðasta vor og vorum að reyna að gera okkar til þess að gera þetta allt auðveldara. En það sem einhvern veginn stendur svolítið upp og núna. Í hináttina, frá því sem Jón vildi fara, að þið lögðu eiginlega til breytingar sem voru í hináttina. Já, að einhverju leyti. Sem að gagnast báðum aðilum, bæði stjórnvöldum og fólki sem í leitavernd. En það sem að kannski skorti svolítið á varðandi dómsmálaráðherra hann verði spurður. Hvað það í lögunum sem þú heldur að komi í veg fyrir að til dæmis Úkrænufólk og fólk frá Venezuela leiti verndar af því að þetta eru þetta langstærsti hluti þeirra sem eru sækjum vernd, það eru frá þessum 2 ríkjum og það séu aðrir þeir sem að koma en það engin það raunverulega þessi 1/4 sem eftir að það sé svo mikil aukning í því að það sé að brjóta niður grunnkerfi samfélagsins. Það bara ekki rétt, það engin aukning í því, það algjör samfella þarna og hvaða ríki erum við að tala um? Við erum að tala um Afganistan, við erum að tala um Íran, við erum að tala um Palestínu. Þú veist, það fjöldi ríkja því það alltaf að vera að bera okkur sama við Norðurlöndin. Það fjöldi ríkja eða fólks frá fjölda ríkja sem kom aldrei hingað sem að Norðurlöndin að díla við og öfugt. Þannig að það væri fróðlegt að vita hvað það sem hann að tala um. Af því að hann alltaf að vísa í einhverja sér íslenska reglur sem að bara því miður Kanntu þú útskýra þetta? Þú ert ekki dómsmálaráðherra, en kanntu þú útskýra þetta? Já, það þannig að við erum með vissa viðbótarvernd umfram önnur lönd og það ekki bara lögunum að kenna ástæðan ekki bara lögin þar að líka hvernig úrskurðarnefndar í útlendingamálum var en það náttúrulega byggt á löggjöfinni sem við höfum og það þá þannig að það þú færð aukna vernd með að koma til Íslands frekar en annara landa og það einn hlutur af þessu og þá áttu að tala við fólk sem ekki frá Úkraínu, ekki frá Venezuela. Já, við erum ekki Venezuela fær aukna vernd hér umfram annar staðar þessa viðbóta vernd svo kallaða. Það það ekki byggt á ákvörðun stjórnvalda frá því að árum áður og sem reyndu stjórnvalda að draga í land en úrskurðarnefndin féllst ekki á það? Jú, og úrskurðarnefndin samþykkti ekki annað og svo þannig að þetta bæði eins og ég sagði framkvæmdaatriði og svo þetta líka varandi löggjöfina og hingað til þá höfum við alltaf séð svona toppa frá mismunandi löndum koma og svo höfum við náð í framkvæmdin og með úrskurðum og öðru slíku að segja,
þið eru vissilega að leita betra lífi en þið ekki að flýja hættu á lífi og limum og því farið þið tilbaka og þá hefur straumur frá því landi hætt að koma enga. Svona sjáum bara að það var mest frá einhverjum X-löndum á þessu ári en það færri ári og svo kemur nýtt og nýtt. Það sem að gerast núna að það að koma mjög margir frá Venezuela og það svona, og þeir ekki allir eins. Vissulega einhver að koma beint frá Venezuela og að flýja eitthvað ástand þar eða að leita betra lífið þaðan. En svo einhverjir sem búin að því miður lenda í klóm á skipulagri brotastarfsemi og vera selt það að fá skilríki, koma til Íslands, fá betra líf og fá aukna vernd, en eru kannski ekkert frá Venezuela, eru frá einhverju öðru landi. En eru breytingarnar hugsaðar til þess að stoppa fólks flóttamannastrauminn frá Venezuela? Ekkert bara frá Venezuela, við erum bara að segja það að út í öllu flóttamannastraumurinn stór í Evrópu út allan heim og sækir inn til Evrópu og ef að við erum ekki með sambarilega löggjöf að þá En á það ekki bara við Venezuela? Það á bara við Venezuela. Það eina sem öðruvísu á Íslandi þar sem að koma fleiri yfirleitt það koma færri hlutast að færringa frá Sýrlandi, Afganistan en flestir sem ekki flestir en stórpart af þeim sem að koma núna frá Venezuela raunverulega frá Sýrlandi með vegabréf frá Venezuela, ný og öll eins en hvað með það, að máli þá það að það Venezuela í dag Sýrlendingar í gegnum það en það getur verið eitthvað annað næst þannig að við erum bara að segja almennt að löggjöfin að vera eins svo að sé ekki hvati fyrir skipulega glæpastarfsemi að bjóða upp á þessa leið hingað. Þannig að ef við náum í framkvæmdinni og löggjöfinni með úrskurðum að stoppa þá ólöglega hlutan frá Venezuela að koma þá bara ekki frá einhverju öðru landi næst af því að þeir þekkja lögin og leiðina betur en við sko. Hvað segir þú þetta Helga? Er það þannig að stór hluti af fólki sem kom frá Venezuela séu á fölsuðum skilríkjum? Nei, engin. Ekki fölsuðum. Eða keyptum skilríkjum? Nei, það vill svo til að Sýrlendingar eru langstærsti hópurinn af arabískum uppruna sem að býr í Venezuela. Þetta kemur til af því að Sýrlendingar lögðu á flótta undan Ottomanveldinu á seinni hluta 19. aldar. Og hvert flúðu þau? Þau flúðu til Venezuela. Þetta langstærsti innflytjenda hópurinn í Venezuela og þau hafa búið þarna frá þessum tíma á seinni hluta 19. aldar og það talið að það séu yfir 1 milljón íbúar í Venezuela með sýrlenska bakgrunn. Og það þetta fólk. Og Jón segir þessi ný vegabréf, skiptir það máli? Nei, ég meina, það geti alveg verið einhver ný vegabréf. Ég meina, við þurfum að endurnýja vegabréfin okkar og það engin vitleysa. Ég meina, það eru einhverjar nýjum vegabréfum, en það skiptir ekki máli. Hins vegar núna verið að horfa á nöfnin þeirra. Þau bera sýrlensk ættarnöfn. Þau eru vissulega af arabískum uppruna. Innflytjendur hins vegar af sýrlenskum uppruna í Venezuela eru 17.000. Og einhverjir af þeim má ætla að séu núna að flýja frá Sýrlandi. Eru með 2-falda ríkisborgararétt. Þau eru svo innflytjendur þarna og eru að flýja vargöld. Annað sem að verður að taka fram að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sendi frá sér tilmæli til aðildarríkja flóttamannasamningsins þess efnis að það bæri að veita fólki frá Venezuela vernd. Og það það sem við erum að gera við kærunefnd útlendingamála féllst ekki á nýja ákvörðun útlendingastofnunar að loka dyrum fyrir fólki sem að flýja Venezuela, heldur fylgdi því sem að alþjóðlega stofnanir sem að við erum aðilar eru að óska eftir að ríki geri. Hins vegar verðum við líka að horfa á það því það alltaf verið að bera okkur saman við Norðurlöndin. Norðurlöndin eru að fá einmitt eins og þú sagðir áðan fjölda fólks frá öðrum ríkjum. Þau eru að fá mjög marga frá Eritreu, þau eru að fá mjög marga frá Súdan og svo framvegis og framvegis. Þetta eru ríki sem að koma bara eiginlega aldrei hingað. Þarna kemur allt í rosalegu straumur af fólki frá Eritreu í Noregi og eitthvað svona sko. Þú veist, þannig að þetta alveg líka þannig að ef að ættingiðinn
fer til einhvers lands og segir hérna, þú veist, hér er gott að vera, að það eru meiri líkur á að þú farið þangað. Það sem hafa komið svo margir hlutfallslega til Venesúela á undanförnum árum á búast við því að ætti ekki að þeirra sæki frekar eftir til Norris. Það eru fleiri íbúar frá Venesúela á Íslandi heldur í hinum löndunum, ekki með höfðatölu. Hvað séru? Já, ég veit það. Það eru fleiri umsóknir hér, en það er ekki af því að hérna, þetta er ekki fleiri samþyktar, þetta eru bara fleiri umsóknir og það er það sama á Norrlöndunum. Þannig að það verður að horfa líka á söguna. Aðeins varðandi lögin og aukna vernd, að þá er það ekki alveg rétt heldur. Þetta er ekkert sér íslenskt. Það er bara að vera að veita, það er bara að vera að svara þessu ákalli og við höfum til þessa dags treyst á þetta stjórnvald sem er kærunefnd útlendingamála og ráðherrar í ríkisstjórn hafa vísað í niðurstöðu kærunefnda til dæmis í brottvísunarmálum þar sem að hópur fólks rísi upp og mótmæli brottvísunum. En þá hefur ráðherra skilt sér á bak við kærunefnd og sagt hér að ræða faglega sjálfstæða nefnd sem tekur ákvörðun á faglegum grundvelli að það beri að veita þessu fólki vernd, en nú allar allt í unnu dómsmálaráðherra bara að hætta að hlusta á kærunefndina og ráðherra Sjálfstæðisflokksins og ríkisstjórnir öll sem ekki mótmæla þessu. Þannig að tilhæfulausar umsóknir á Íslandi eru innan við 3%. Veist. Þannig að ég veit ekki alveg hvar dómsmálaráðherra ætlar að finna allan hann að fjölda sko. Okay, þetta eru 10 manns eða eitthvað. Það er þá lítill hluti af vandanum, en vandinn er til staðar. Jón segir að fjöldi flóttamanna þessu ári sem er miklu fleiri heldur en á síðustu árum og engin deilur það, við veitum að það eru allir úkrænumennir sem að hingað hafa komið og svo náttúrulega fólk frá Venesúela og það reynir mikið á grunnkerfin og hann segir það er eiginlega neyðarástand, það er húsnæðiskerfið, heilbrigðiskerfið, menntakerfið, það bara hristist allt. Er það staðan? Já, það er alveg augljóst að reynir á kerfin, en ég ætla bara að benda á það að lagabreitingin núna, hún er ekki bara út af Venesúela og sé ekki bara bregðast við því, sko. Við erum bara búin að fjalla, þetta útlendingafrumvarp kom fyrstu drögað í löngu áður en Venesúela byrjaði að koma, þannig að við skulum nú hafa það. Og það sem er kannski aðeins öðruvísi í okkur líka að það eru svona vissi tímafrestir og hvernig við kemst inn í að fá efnismeðferð og líka varðandi fleiri svona undanþáatriði, varðandi börn og veikindi og heilsufar sem gefur efnismeðferð og annað slíkt og þannig að þá er kannski oft meiri hvati fyrir það sem er búin að fá synjun hér eða fá stati annar staðar að vera samt lengur hér í landinu og annað slíkt. Það er bara mörg svona atriði, þess vegna er ég að segja þetta er ekki neitt einsleitt sem er hægt að alhæfa yfir allt í þessu. Þess vegna langar mig að spyrja ástandið. Já, þannig að ástandið núna er það. Lagabreytingi mun ekki leysa ástandið á bara einni nóttu. Þannig að ástandið er þannig að það ryktir í grunnkerfum samfélagsins út af fjölda. Já, alveg frá lögreglunni og svo bara samfélagunum sem er að taka mót. Það er það sem að kannski er grunnurinn í þessu, er það að þarf að gera það þannig að þeir sem að koma hingað séu þá raunverulega þeir sem þurfa hvað mest á vendin að halda, þannig að kerfin sé til staða fyrir þá. Og því erum við að segja, við þurfum þá að gera þannig að þeir sem eru hér bara sem efnahagsflóttamenn, að við þurfum að biðja þá að bíða aðeins. Ef einhverjir eru að koma hér á grundvelli skipulagðrar glæpastarfsemi, þá þarf það líka til þess að venda þá sjálfa, að passa að þeir komi ekki. Það er margt til þess að þú getur fækkað svo lítið í hópnum að ástandi mun ekki skána. Jón var í Silfrinu í gær að segja að flóttamenn á þessu ári getur orðið 5.500. Og af þeim er helmingur frá Úkraínu, helmingur af því sem eftir er frá Venesúela, það fólk mun ekki hægt að koma hérna og grunnkerfin eru, að bresta. Þannig að ég er að spyrja, hvað getum við gert í því? Já, þá þurfum við bara að fara í því, þá þurfum við að skoða einhverjar þá vantilega stærri lausnir, þannig að það sé að taka móti fólkinu, að því að eins og við erum að taka móti í dag er ekki til þess að hjálpa því að vera að setja þau víð og dreift landið þar sem er kannski ekki heilsugæsla fyrir, það er ekki almenningssamgöngur, þetta er aflögð húsnæði, þannig að við þurfum þá einhvern veginn að geta tekið samræmt á mótið og veitt þeim þá þess að þjónustu, aðhald og stuðning sem er. Og það gerum við ekki með að dreifa þeim milli sveitafélaga þar sem það þarf að vera að byggja upp þekking og innviða hverjum einasta stað og
og það kannski ekki einu svona skólahúsnaði og leikskólahúsnaði til fyrir núverandi börn og það ekki mönnuð heilsugæsla á staðnum, það ekki almenningssamgöngur, þannig að fólki getur hálfpartinn einangrast þannig við þurfum að hugsa þá hvernig ætlum við að taka og halda utan þetta fólk. Og þú ert að tala að gera það á einum stað í þessu sem að Jón kallar, ég man ekki móttökubúðir, hann vil ekki kalla það flóttamannabúðir. Já, á einum stað eða einhverjum ákveðnum stöðum sem að sem þá hægt að veita þá þessa þjónustu. Það er ekki hægt að ég veit ekki hvort það þurfa alltaf einu stað eða hvort það sé hægt að skipta því á 2-3 staði eða eitthvað svoleiðis en það er bara að setja það á nú þegar sprungna innviði að það er ekki til þess að hjálpa þessu fólki heldur sko. Helga Vala, efastu fullyrðingar Jóns að það ríkti í öllum grunnkerfunum? Nei, ég efast ekki það. Við finnum öll fyrir því. Já, það er vandamál sem og það er ekki vandamál fatlaðra að stjórnvöld ákveða að vanfjármagna þjónustu við fatlað fólk og það er ekki vandamál eldra fólks að stjórnvöld ákveða að vanfjármagna hjúkrunarkerfin og það er ekki vandamál hins sjúka að stjórnvöld taka ákvörðun að vanfjármagna heilbrigðiskerfið. Það er vandamál okkar kjósenda sem veljum þessa ríkisstjórn yfir okkur. Ríkisstjórn Vinstri grænna, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks sem að lofuðu í upphafi fyrir 5 árum síðan að treysta innviðina með þessum líka rosalega árangri eða hitt og heldur. Ég meina það er öllu að blæða út og það hefur ekkert með flóttamenn að gera. Það hefur með það að gera að það er tekin pólitísk ákvörðun að svelta innviði landsins. Og þú getur komið inn í félagslega kerfið, heilbrigðiskerfið, veginn okkar. Ég meina það er bara alveg sama hvar við snertum á því. Ég veit að í umræðinu heyrist að lausnin sem svo að fækka bara flóttamönnum. En nú erum við búin að tala okkur niður á það er líklega mun ekki gerast. Nei, ég meina hvað halda þessir menn að flóttamannabúðir muni kosta? Nei, hvað vilt þú gera til þess að verja eða tryggja það að þessi fjölgun að innviðirnir standist það? Já, við þurfum bara að sko fjármagna innviðin okkar af því að við getum ekkert ráði við það að það er sko fordæmalaus fjöldi fólks á flótta. Það er eitthvað sem að við stjórnum ekki. Ætlum við að segja við þá úkraínsku flóttamenn sem að sækja hér sem er náttúrulega langstærsti hluti þess fólk sem er núna að sækja hérna, að bara því miður, þessi ríka þjóð, Ísland, hefur ekki efna því að skjóta skjólshúsi yfir ykkur. Ætlum við að gera það? Staðan er þessi að frá því að stríð braust út í Sýrlandi 2011 hafa 7 milljónir flúið Sýrland. Frá því að stríð braust út í Úkraínu í febrúar síðastliðnum hafa 7 milljónir flúið Úkraínu. Ég meina sjáu þeirna fjölda. Það hafa líka 6,8 milljónir flúið Venezuela. Þetta eru bara tölur sem við verðum bara óvart að sætta okkur við að staðreind. Og ef við ætlum að loka landinu, þá þurfum við að loka landinu fyrir stærsta hópnum vendarlega. Þá ætlum við að henda út. Nú eru flóttamennina og það munum fjölga flóttamennina. Það er ekki tillögur það að loka á flóttamannastraum frá Úkraínu. Það mun ekki verða gert. Það mun ekki verða gert í Venezuela. Nei, en þetta er fjöldin. Já, vandamál til staðar og grunnkerfin okkar, einhver gleymdi því að undirbúa komum flóttamanna. Það er rétt. Einhver gleymdi því. Hvað hefur að gera því? Við verðum að bregðast við því. Við verðum að bregðast við því. Ég meina við þurfum að taka ákvörðun hvernig við ætlum að styðja þetta fólk. Önnur lönd sem að við berum okkur saman við til dæmis að í mjög góðu átaki að kenna fólki tungumálið þar sem að fólk er. Erum við að því? Nei, við erum ekki að því. Við auðvitað erum sko með mjög veikt húsnæðiskerfi. Ég meina ekkert af þessu leysum við með því að hrúa þessu fólki öllu á sama staðinn. En við erum samt eiginlega að því af því að stjórnvöld hafa ekki sett neina skyldu á sveitarfélögin að taka við þessum hópi. Stjórnvöld hafa hins vegar gert samninga við 4 sveitarfélög en gleymdu óvart að láta fjármagn fylgja með fjölda fólks. Þú veist, þau segja bara já, við ætlum að semja hérna við ykkur að taka hérna 250, svo óvart eru komni 700. Og þá eiga bara sveitarfélögin sjálfvegnin að redda því og fá eitthvað vilyrði fyrir því að þetta verði borgað einhvern tíma seinna. Þetta eru samskiptin sem að sveitarfélögin sem eru þetta skítrætt í ljósi sögunar
eru að eiga við ríkisvaldið. Þú veist, málaflokkur þjónustu við fatlað fólk er í 13 milljörðum í mínus. Og hvað gerir ríkisstjórnin? Sigurður Ingi Jóhannsson mætir á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga í síðustu viku og segir við ætlum að láta ykkur hafa 6-7 milljarða. Og þá fer Logi Einarsson og spyr Katrínu, forsætisráðherra í dag í þinginu, já ok, eru þið búin að ákveða það? Af hverju er það ekki í fjárlögum? Hefur þetta verið samþykkt í ríkisstjórn? Nei. Þetta er ekkert ákvörðun, sagði Katrín rétt áðan. Nei, þetta er bara svona hugmynd. Nei, ég meina þú veist, hvaða vitleysa er þetta? Þetta er bara það sem við erum að díla við þetta. Þetta er bara innantóm loforð og vitsa. Væri ósakað að stilla svo þannig að stjórnvöld hafi boðið Úkraínumönnum hæli hér, en glemt einhvern veginn að undirbúða? Nei, að bjóða fólki mat en glemt okkur við bandi? Ég skil samt ekki alveg af hverju Helga Vala er alltaf að blanda inn í umræðina þegar við erum að tala að laga aðeins til í útlendingalöggjöfinni og bæta framkvæmdina til þess að veri, það eru margir flóttamenn og mun að halda áfram að koma, þá erum við að segja, herðu, við skulum allavega ekki gera vandan starri heldur en þarf. Þannig að þar sem að eins og sömu Sameinuðu þjóðir og svo Europol, Interpol og allir lögreglu yfirleitt að annars segja, herðu, það er gríðarlega mikil skipulögð brotastarf sem við tengist þessu og þið þurfum að passa ykkur á því. Það viljum er það ekki lítill hluti af fjöldan? Jú, það líst eins og grunnkerfið sé að falla. Þetta getur ekki verið ástæðan fyrir því. Það er lítill hluti af vandanum. Ég skal alveg taka undir það. En við viljum samt ekki að sé að fólk að koma hingað til þess að leiðist til þess að vera andlag þessara skipulagða brotastarfsemi. Þannig við þurfum að passa á það. Við hljótum að vera sammála um það. Við viljum ekki setja og við viljum ekki hafa vandan starri heldur en hann þarf að vera. Þannig úkraínsku flóttamennirnir, við tökum öðru sem mótum þeir fá atvinnuleyfi og annað. Nei, þið þurfum að sækja um það. Og það er, já, ef þeir aðrir hælisleitendur geta ekki sótt um það, en þeir úkraínsku geta það. Jú, þegar þú komið vernd. Já, eftir þú komið vendina. Já, það er sama úkraínsku. Þannig að það er öðru þessi prógram og meira utanum þá. Hitt eru breytilega hópar frá einum tíma til annars og þannig að við verðum bara að átta okkur á því þessar stóru tölur sem Helga Vala er að nefna þá var hann líka að nefna hvað við erum lítil þjóð og hvað við erum með litla innviði í stóru landi og þannig að við þurfum líka að vita og við fáum líka lítið brot að þessu hvað við getum við fáum líka lítið brot að þessu já, við fáum lítið og það er ekki því fólki sem leitar hér að betra lífi eða vernd að vera sett inn í lítil samfélög, inn í litlum sveitafélögum sem hafa ekki mjög sterka grunninni við fyrir að setja þau þangað inn, þá fá þau ekki þann stuðning sem það. En heldur það sé betra fyrir það að vera í móttökubúðum eða flóttamannabúðum á Reykjanesi? Og er það betra fyrir innviðin að byggja þar upp? Já, það sem að íbúar hafi ekki aðgang að heilsugæslu. Ég vil ekki tala um einhverja staði að því að ef það er einhver staður sem þau koma saman þá er það ekki til þess að þau fari og veri inn í samfélaginu á staðnum að Reykjanesið er þolir ekki meira eldur en innviðinni, það er bara löngu sprungi og samfélagið það er mikið álag á samfélagið þar þannig að það er ekki hægt að auka það en ef það er ákveðin staðu þar sem eru skólar, heilbrigðisþjónusta, sálfræðiþjónusta, stuðningur og annað slíkt að þá held ég að það sé betra heldur en að vera að setja nokkra þarna og allstað að vera að finna upp hjóli hvernig að taka utan á þau og aðstoða þau og það er því miður að með því að setja svona mikið álag á samfélagi þá smátt og smátt myndast einhverjir jafnvel hræðsla eða fordómar annað sem við viljum ekki fara að aukist hér. En hver er lausnin við því? Að setja búðir? Ég held að það sé þannig að samtalið sem við erum að taka hvernig látu þetta fara best saman að taka mótið þeim og veita þeim þann stuðning sem þurfa án þess að ganga og nærri því álagi sem okkar eigin innviði þóla okkar eigin samfélags sem eru mjög þandir sem eru bara mjög þandir í dag Mér langar að býða mánuði eftir að koma til læknis á Íslandi
Já, og sálfræði þjónusta. Og hvernig heldur sé þá fyrir 100 hælisleitendur að búa fyrir utan lítið samfélag þar sem ekki heilsugæsla og ekki almenningssamgöngur eins og Reykjanesi? Það er verið að tala miklu fleiri. Reykjanesi sprungin og þegar. Reykjanesi sprungin og þegar. Íbúar á Suðurnesjum hafa ekki aðgang að heilsugæslu. Nei, en það er verið að tala að dreifa svo fleiri sveitafélög sem hafa minni þjónustu heldur Reykjanesi. Og ef þú kemur hingað sem flóttamaður frá hlýju landi, myndir þú vilja búa í annari menningu fyrir utan lítið bæjarfélag þar sem ekki heilsugæsla, ekki almenningssamgöngur í norðan átt og stór hrið. En valkostur sem þú býður upp á í staðin er að búa í búðum, það er ekkert svo áberandi betur. Já, búa þá með fullt af fólki sem er með sömu menningu að þú og þú færð þar skóla, þú færð þar hlýtt og gott húsnæði, þú færð sálfræðiþjónustu og annað slíkt. Þú ert ekki einangraður ekstar úti. Hlýtt og gott húsnæði, ég skil ekki alveg hvar, hvernig, hvað það kostar. Ég meina bara, þú ert með húsaskjól, þú ert með stuðning, það er þarna þá auðveldara að ná utanum kennslu og fræðslu og sálfræði þjónustu eða félagsþjónustu og annað slíkt sem þarf, sem er bara ekki til staðar þar sem er að setja fólki í núna. Mér finnst bara svo athyglisvert og ég líka segja, peningar leysa ekkert í þessu. Það er ekki nóg að setja bara meiri peningalögun og meiri peninga í sveitafélögum. Þau þurfa að hafa heilbrigðisstarfsfólki, þau þurfa að hafa lögreglumennin og allt þess að taka á móti þessu, til þess að nota peningin í. Þú lýsir þessu þetta sé óleysalegt, sko. Nei, þú lýsir þessu eins og þetta sé lausn, eins og þetta sé kosti ekki neitt. Þú lýsir þessu þannig, eins og þessi lausn ykkar að setja bara alla á sama stað, þar sem að verður hlýtt húsnæði og sálfræðiþjónusta og heilbrigðisþjónusta og skóla og svona, eins og þetta sé bara eitthvað sem að þið hafið í hendi ykkar og hafið peninga fyrir. Ég er ekki að segja þessi lausn morgun og kosti ekki, en það hitt kostar mikinn pening. Ég er bara að segja það. Þið hljótið að vera með verðmið á þessu. Þetta er flokku fjármálaráðherra sem er að leggja þetta til. Þá hljótið að vera að koma einhver Ég er að segja, við þurfum að taka umræðinu það, hvernig tökum við best á móti, hvernig náum við skynsamlegast utan verkefnið. Já, þetta er ekki smá umræða. Ég meina, við erum bara að tala um að bæði ráðherra og samframbjóðandiðinn, formaður allsherjar- og menntamálanefndar, eru núna bara á þeirreiðum landi að kynna flóttamannabúðir og þú ert að taka undir það núna. Þið hljótið þá að vera búin að fá ykkar formann til þess að reikna þetta út, ekki satt. Ég meina þið hljótið að vita hvað þetta kostar. Er einhugur hjá sjálfstæðismönnum að fara þá leið sem að Jón Gunnarsson verður að kynna? Það er einhugur það að við þurfum að við vitum það að við þurfum að finna einhverju lausn og innviðinu sér þannig. Það er einhugur það að við eigum að vera með bara sambærilega útlendingalöggjöf og löndin í kringum okkur. Það er einhugur það að við eigum ekki að stækka vandan umfram það er og við þurfum að stíga stakka eftir vext í þessum málum. Og það er algjör einhugur það, já. Og það er stuðning Framsóknarflokksins. Ég hafði örugglega ekki stuðning VG í þessu máli. Jú, við höfum örugglega stuðning ef það kemur niður það að þannig náum við best utanum að sinna þeim sem hingað að koma, sko. Mér langar að benda á eitt, að það er einhugur líka meðal sjálfstæðismanna að hér vanti fleiri vinnandi hendur og að það er að auðvelda, og dómsmálaráðherra hefur talað það, auðvelda fólki að flytjast hingað til lands. Hvar eru þær breytingar útlendingalöggjöfinni? Það þarf ekki svona að breyta útlendingalöggjöfinni af því það er ákvæði í útlendingalögum það að þegar það er skortur á vinnuafli að þá megi veita fólki dvalarleyfi á Íslandi. Það þarf eins og að útvíkka ýmislegt í útlendingalöggjöfinni, eins og til dæmis að þeir sem eru námsmenn megi sækja hér dvalarleyfi eftir að þeir hafa lokið námi til þess að nýta sína sérfræðiþekkingu sem að sjálfstæðismenn eru alltaf að tala um að þeir vilji laða að landinu. Það þarf að veita því fólki tækifæri til þess að fá fjölskylduna sína með sér þegar þau eru hérna í námi, en það er til dæmis ekki hægt núna, þannig að það er mjög fráhrindandi fyrir fjölskyldufólk að koma og læra á Íslandi og svo talar samtök atvinnulífsins að það vanti 15.000 manns til þess að vinna. Fjöldin af þessu, ef við horfum á bara verkafólk síðan í sumari 2007. Já, ég veit það, þetta er bara staðan, en fyrir utan líka bara á meðal þeirra sem eru að sækja vernd á Íslandi eru líka sérfræðingar. Af hverju erum við þá ekki að veita þessu fólki bara, í staðin fyrir að veita þeim vernd sem að koma hérna, að segja bara ekkert mál. Við skulum hérna leyfa þér að dvelja hérna, þú getur fengið vinnu, gjör svo vel. Af hverju reynið þá ekki að beita útlendingalögunum eins og þau eru, í staðin fyrir að synja öllu þessu fólki dvalarleyfi á Íslandi. Þetta er nefnilega bara orðin tóm.
leið og þú ert komið með dvalarleyfi á Íslandi, þá ert þú bara að bera ábyrgð á þér og framfæra þér. En akkur reynaðu ekki að gera það? Þetta er... Þú svarar því, Jú, sko, stefnan okkar er alveg mjög skýr að við erum mjög frjálslynd fyrir því að fólk komi hér og nýti krafta sína og taki þátt í okkar samfélagi, komi hér á eigin vögum, sko, og við höfum kallað eftir því og við höfum vísu ekki með vinnumarkaðslöggjöfina hjá okkur sem að þetta tengist en við höfum Ásla Arnan og nýbúin að kynna svona breytingar og framalda því sem hún og Þórdís Kolbrún gerðu saman. Möndu þið vilja að leyfa þeim sem að sækja um hæli að fara að vinna? Þeir þurfi ekki að sækja um hæli. Það er mjög máli. Svo er það þeir sem ætla að koma hér og nýta okkar velferðarkerfi. Þar eru við bara mjög íhaldssöm að þeir sem að við þurfum að tryggja það að okkar velferðarkerfi sem er þá hælisleitandi kerfið Sameinuðu þjóðanna sem við viljum þeir sem að þurfa nauðsynlega á því að halda að við þurfum að hafa kerfin frátekinn fyrir þá en ekki þá sem er að koma hér bara til þeins eins að leita betra lífi. Þú ert alltaf að tala svo lítinn hlut þetta er svo svipað að heyri stundum hefur hitt flokksfélag þín að vera að tala vandamála þessi svindla á örorkukerfinu. Þetta er bara svo á meðan við erum í þóttu finnir einn eða tvo þá breytir það ekkert meðan við ert íhaldsamur í því kerfi að þá eykst það ekki, en leið og slakar þar á og þá stækkar alltaf það sá hópur sem á ekki vera á kerfinu. Við erum ekki með neina tölur um það. Þessum verðum við alltaf að tala að við verðum að eins og flóttamannastraumurinn er stór og þá ekki síst út af því að þú ert bara efnahagsflóttamönnum og ég þreytist ekki að minnast á líka það að við, það eru líka skipulög glæpasamtök sem eru að vinna innan þessi kerfis og við þurfum bara að passa okkur þar til þess að geta betur tekið á mótum þeim sem er raunverulegri í neyð. En veistu það? Og við megum ekkert gefa það eftir, af því þá stækkar vandinn. Þú ert ekki með neina tölu um það að það hafi aukist eitthvað hér eða fjölgað í þeim hópi sem koma hérna sem efnahagslegi flóttamenn. Bara þvert á móti. Ég bara upplefa þetta, ég hef sjálfur tekið á móti svona hælisumsóknum. Já, ég meina þú varst í löggunni fyrir 10 árum. Já, og ég hef sjálfur flutt svona fólk út og átti miklu samtökum við það, sko. Já. Og raunveruleikann í dag að við erum að taka móti fólki frá Úkraínu og það er stort verkefni og við þurfum að gera það vel. Ertu að segja að það sé fólk að flýja efnahagslega örbin? Nei, ég er að segja það er stort verkefni og við þurfum að gera það vel. Já, og það er það sama með Venezuela. En við þurfum... Og stóra hluta hinum náttúrulega. En ég er bara að segja áður en Úkraína, áður en Venezuela, þá fór umræðan að breyta útlendingalöggjöfinni og gera hann að færa hann nær þeim kröfum sem eru í löndunum í kringum okkur. Hún var að byrja áður og hún verður að halda áfram. Þó að þetta sé orðið svona stórt og það sé svona margir, þá þýðir ekkert að hætta að hafa okkar löggjöf trygga eins og niður í löndunum í kringum okkur. Má ég spyrja það einu í lokin. Nú eru þau sammála um það að það fjöldi flóttamanna sem er hér og er óumflýjanlegur. Það mun fjölga flóttamönnum hér alveg saman þótt að þú stoppir upp í ykkur gött. Að hann er svo mikill að það reynir mikið á grunninnviðina. Og við bregðumst í þessu fólki og við erum líka að setja bara innviðina í hættu bara út um all land. Er ekki hætt við þegar að menna þið eru að rífast þetta breytingar útlendingalögunum að vandamálið sem að þið ættu að einbeita ykkur að sem er að laga innviðina til þess að þoli þessa fólksfjölgun sem að við þurfum á að halda eins og þú bettir á það vantar bara vinnandi hendur að það bara gleymist af því að þið eru að rífast í öllum kastlösum og öllum vikulokum hvort að ykkur hafi komið inn með falsað vegabréf eða ekki. Jú og það er kannski það sem ég sagði áðan, við getum ekki rætt þetta bara út frá breytingu lögjum. Ég sagði að þetta er fjölbreytt verkefni og mér finnst alltaf að beggja vegna pólsins vera í þessar umræðu vera að tala eins og þetta sé bara skiptum eitthvað eitt atriði og það er svo margir innviðir sem við þurfum að hugsa um og það er margir þættir sem við þurfum að hugsa um í þetta þannig að það er ekki ein quick fix lausn í þessu og því er ég kannski að tala um alla angan alltaf að reyna þess vegna tala ég um allt sem við kemur þessu að því að við þurfum einhvern veginn að ná yfir þessar umræðu sko. Það er margar tegundur af flóttamönnum, margar tegundur af hælisleitendum
og það líka marga tegundir af innviðum sem þarf að vera til staðar. Marga tegundir af þjónustu sem að skólarnir þurfa að veita. Það marga tegundir af heilbrigðisþjónustu sem að heilbrigðiskerfið þurfa að veita. Það marga tegundir af húsnæði sem vantar. Ættum við ekki að vera að tala það, því að það vandamálið. Jú, og þá erum við bara að segja það. Hvernig komum við sem hraðast upp þessum innviðum til að takast á þennan fjölda fólks? Og hvernig það bara gert þegar má segja neyðarástand á stöðum. Við gerum það ekki með því að veikja tekjuöflunar möguleika ríkissjóðs eins og birtist í fjárlögum. Já, en ég held bara eins og við rættum hérna áðan að vandinn snýst ekkit peninga, bara hvernig ætlum við að fá vinnandi hendur, hvernig ætlum við að ná utan stærðina, sko. Með því að liðka til í útlendingalöggjöfinni til þess að fólk geti komið hingað og búið hérna. Til dæmis, sko, þó að við myndum gefa öllum hælisleitendum atvinnulega morgun, þeir fá ekki strax vinnu og þeir fá ekki strax húsnæði og þeir fá ekki strax þá þjónustu sem þurfa til þess að komast inn í samfélagið. Mér sleiðilegt að skiljið þetta ekki. Við erum ekki að tala að fólk þurfa að vera í vernd, heldur að fólk geti sótt hérna dvalarleyfi á Íslandi. Þið eru núna ekki að nota lögin eins og þeir eru. Við höfum kallað eftir því að það sé endurskoðað og það í endurskoðun í félagsmálaráðuneytinu. Þið eru með dómsmálaráðuneytið. Já, það ekki vinnulöggjöfin, ekki það. Nei, það skiptir engu máli með vinnulöggjöfina. Nei, í alvöru, ég þekki þessi lög. Ég þekki þessi lög út og inn. Það er verkalýðshreyfingin á Íslandi sem að gera kröfum þetta og þetta var hlutaði þegar við gengum að frjálsri för vinnuaflsinn EES og þá kom þetta mjög strangt inn. Þannig að þetta ekki bara svona að gera þetta eftir hádegi, sko. Við þurfum að gera þetta í samvinnu við verkalýðshreyfinguna og því er þessi vinna í gangi í félagsmálaráðuneytinu þar sem við vinnulöggjöfin. Þannig að ég hissa ef þú ætlar að leggja til það að við breytum þessum lögum bara aðeins að tala við ASÍ, sko. Nei, beiniði fólkinu inn í ákvæði í útlendingalögunum sem að varða skort á vinnuafli. Það skortur á vinnuafli á Íslandi. Það þarf fólk til þess að vinna ýmis þjónustustörf. Það getur fengið þess að vinna á morgun ef að Útlendingastofnun myndi leyfa þeim að fá dvalarleyfi hérna á grundvelli þessa ákvæðis, fengi það leyfi hjá til dæmis dómsmálaráðherra þínum, þá værum við búin að leysa þarna mjög mikinn vanda. En þá erum við að segja... Þá fer fólk út úr verndarkerfinu. Þið vilja halda fólki inn í verndarkerfinu í staði fyrir að leyfa fólki bara að fara og vinna. Ég ætla að fá að stoppa þetta núna. Takk ekki hérlega fyrir Helga Vala og Vilhjálmur og við munum ræða áfram álagið á innviðunum okkar við Rauðaborðið. En hér á eftir ætlum við að tala allt annað stríð, það stríðið í Verkó.